Góða kvöldið og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestir þáttarins eru félagar á Norðurlandi, þeir Jón Þór Sigurðsson, hestamaður og Guðbjörgur Egill Egilsson, húsdýrabóndi. Í þættinum ætlum við að kynnast félögum á Norðurlandi, kjördæmunum, áherslum sósíalista og þið myndu bara vilja byrja að segja okkur svolítið frá ykkur sjálfum. Ég byrja? Já, góða kvöldi, ég heiti Jón Þór Sigurðsson, sósíalisti, umfram allt. Annað fylgir með eins og í lífinu. Ég er 42 ára gamall, nýorðinn, hestamaður, vinn með fötluðum, menntaður kokkur. Ég hef vunnið núna í að verða 7 ár með sósíalistum, 5 ár svona nokkuð streitt. Hef verið í selluvinnu eins og henni var startað allt land á sínum tíma þegar sósíalistaflokkurinn var endurvakinn og hef unnið mest í svona utanumhaldi eins og skipulagningu félagsstarfs, skipulagningu á eins og kosningaundirbúningi bæði til Alþingis og sveitarstjórna eins aðeins í málefnavinnu og í þessu slembivali sem við öll elskum út af lífinu og viljum örugglega ræða áfram hér ef við ekki okkur rétt og já, meira ekki með svo sem að segja nema kannski fjölskyldahagi mínir. Ég er giftur og 3 börn og fullt af dýrum, allt of mikið af hrossum, allt of lítið frítíma og já, bara svona er að iðka lífið og tróða marvaðan eins og við flest öll, sko. Já. Hvað tekur við? Já, takk fyrir. Herðu, ég heiti Guðbjörgur og ég bý í Fnjóskadal og rek húsdýragarð sem heitir Daladýr. Og við sitjum einmitt inn á kaffihúsinu þar og já, ég er 53 ára gamall, þannig að já, ég er gamli hérna í hópnum og hvað ég segja, ég er með BA í samfélags- og hagþróunarfræði og var svo í svona framhaldsnámi sem heitir Pólar Ló, við Háskólanum á Akureyri og ég hef verið svona í félagsmálum bænda og er væntanlega ennþá formaður búkollu sem að sem var að berjast á móti innflutningi norska kúakynsins fyrir nokkrum árum og við verðum ekki endurveka eitthvað núna því að það er svona farið að kikka inn aftur að fara að flytja í nýtt kúakyn og já, ég er í sambúð, ég á 3 börn og já, þetta er svona, ég böðlast inn í sveitinni alla daga, taumlaus vinna og þetta er bara mjög skemmtileg. Já. Þannig já, og hér sitjum við bara, sósíalistarnir. Já. Já, heyrðu, varðandi flokkinn kannski. Ég hef verið svona aðeins inn í bara þegar varum við að stofna sósíalistaflokkinn, þá er svona viðrið innan og svo í kringum kosningarnar, alþingiskosningarnar fyrir og seinni, ef við getum kallað það þannig. Já. Og hef svo ekki verið í slembivali, heldur tróð mér einu sinni svona inn í landbúnaðarhópinn og reyndi svona að gera eitthvað gagn þar. Já. Það hafi verið virkir og það er bara gott mál, sko. Okkur veitir ekki að virt fólk. En segið mér svolítið með ykkar svona kjördæmi, þið, sem sagt, þú býr í Fnjóskadalnum og Jón Þór, ert þú inn á Akureyri eða? Já, ég er búsettur á Akureyri í dag. Ég er nú bara úr næstu sveit. Ég er þingeyingur úr Reykjadalum, úr Uppálum og lögum í Reykjadal. En ég hef búið á Akureyri seinustu 9 ári. Já, og er það þá sama sveitafélagi eða þú veist, já? Já, í rauninni það er Eyjafjarðarsveit. Sitthvort sveitafélagi. Já, við erum ekki í sama sveitafélagi. Ég er í Þingeyjarsveit og hann er náttúrulega bara í Akureyri og Kaupstað. Já. Það er svolítið þannig, sko. Já. Þessi sveitafélög út á landi, maður veit ekki alveg hvar mörkin liggja, sko. Nei. Það er svona... Og síbreytilega líka. Já, svo þó ég sé í Þingeyjarsveit þá er ég alveg á mörkunum og ég er rauninni bara 15 mínútur frá Akureyri, þannig að ég sæki rauninni mesta þjónustu þangað, eða nánast alla þjónustu. Já. Og já, eins og ég segi, korter í burtu og fer í gegnum Vaðlaheiðargöng. Þannig að þetta er svona bara, ég er inn á Akureyri. Já. Þannig séð.
En hafi ekki verið neina svona umræður að sameina þessi sveitarfélög eða? Ég held ekki hérna yfir. Ekki hérna yfir Vaðlaheiðina, sko. Ekki Eyjafjörður, Þingeyjarsveit, sko. Það ný afstæðins sameining í Þingeyjarsveit, sko. Já. Þar voru sameinast Mývatnssveit, Reykjadalur, Aðaldalur. Já. En það frekar, sko, Eyjafjörður myndi sameinast þá. Það hafa verið miklar umræður að sameinast þá, já, bæði inn og út. Já. Í Eyjafjarðarsveitina og svo í áttina bara Siglufirði og þar. Já, og svo þá til Grenivíkur og austanverðin. Í þessum byrðir sko, það planið sér 4 sveitar. Það Eyjafjarðarsveit, það Hörgársveit, það Akureyrarkaupstaður og það Fjallabyggð. Og svo Grenivík náttúrulega, sem bara ein og sér. Já, Grenivík alveg eitt og sér sveitafélag eða? Já. Og rauninni bara sósíalískt paradís. Já, þegar Grenivík svolítið spesstaður, þegar sé alltaf rekin af sko sjálfstæðis framsóknar og svo reyndar miðflokksmanni núna, þegar flykkst í miðflokkin, að þá þetta rekið alveg sem sagt, þetta eiginlega ídeal dæmi hvernig, sem sagt, hvað maður segja, landsbyggðarkvóti, byggðarkvóti hefði getað virkað, því að bara þegar kvótakerfið var sett á, þá keypti sveitarfélagið, stofnaði, sem sagt, bara félag, utan kvóta og sveitarfélagið á kvóta í gegnum þetta félag og sveitarfélagið rekið á sósíalískum grunni. Það þarna elliheimili, skóli og sem sagt sveitarfélagið tók þátt í að stofna Farm Arctica sem stórt og stækkandi lyfjafyrirtæki. Tók þátt í að kaupa harðfiskvinnslu frá Vestmannaeyjum og hefur leigt til dæmis aðstöðu til trillukalla á mjög lágu verði af því að sveitarfélagið á allt húsnæði líka. Og sveitarfélagið á húsnæði sem verslunin í og leigir það svo ódýrt út til að geta haldið sem sagt verslun á staðnum og skólinn, elliheimilið og bátarnir kaupa allir kostinn eða sem sagt matvöru í litlu búðinni þó litla búðin kaupi þetta kannski allt í bónus til þess að geta viðhaldið versluninni. Þannig að þetta í rauninni sósíalískt paradís rekin af miðflokks- og sjálfstæðismönnum. Já, það svolítið öfugsnúið, en já. Já. Það svolítið spes að þetta sé semst ekki meira í umræðinni, þetta bæjarfélag, því að það alveg, sem sagt, þarna hefur aldrei verið atvinnuleysi, því að þarna hafa þeir alltaf geta leigt kvótan í burtu til, sem sagt, þessuna úa á tímabili til þess að halda starfsemi á frystihúsinu gangandi. Það hafa þeir leigt kvótan frá sér og í staðinn hafa stórfyrirtækin haldið frystihúsinu gangandi. Já, þetta finnst mér mjög merkilegt. Eins og landsbyggðarkvóti getur virkað, það bara til lifandi dæmi á Íslandi. Já, þetta svolítið merkilegt dæmi, sko. Ég nú farið þarna inn í Grenivíki einhvern veginn að þetta svo lítið, ég held þetta væri þá bara hluti annan kort af Fjóskadal eða þá Akureyri, sko. Þetta bara pínulítið sveitarfélag með innan við 500 íbúa og bara mjög vel stætt sveitarfélag með sem sagt elliheimili, leikskóla, grunnskóla, lyfjafyrirtæki, harðfiskvinnslu, frystihúsi. Ég ábyggilega að gleyma hverju. Gríðarlega öfluga ferðaþjónustu og... Já, ferðaþjónustu náttúrulega. Og landbúnaði líka. Það bara flott búð þarna í kring í sveitarfélaginu. Já, vel gert hjá þeim. Já, bara mjög. Og óbúslega öflugt tónstunda og umflóttastarf fyrir alla aldurshópa, sko. Það yngstu börn upp í fólk á bestaldri. Já. En hvernig meiri hlutin, hvernig hann hjá í Akureyrarbæ? Meiri hlutin? Já, eða þú veist, sem á stjórna sveitafélaginu. Hvernig það samansett? Það bara þetta klassíska sem að Framsókn, sjálfstæðis. Nei, góði, þessi ríkisuppskrift sem svo í það, sko. Já. En sko, hún reyndar að það ekki það mörg ár síðan og hún kannski breytti svolítið drastískt af þegar það voru Vinstri grænir og Samfylkingin með mikil ítök og stóran meirihluta á þessum tíma. Já. Það ekki nema kannski 8-10 ár síðan. Það rauninni breyttist það mikið að sko sjálfstæðisflokkur hefur alltaf verið með stóran hlut en svo fór bara að höggva úr, bara eins og gerist með Sambó á sínum tíma
VG líka setur meiri fókus bara á önnur mál og einhvern veginn fer að detta svolítið út á sveitarstjórnarstiginu nema kannski í ákveðnum kjördæmum sem að manni finnst samt svolítið skrítið að því að norðaustur var alltaf sterkast af í VG, bara lengi vel sko. Já. Bara á landsvísu og bara alveg sama hvort það var til alþingiskosninga í rauninni heldur og svo bara í sveitarstjórnum líka. Þannig að og hérna komu 8 þingmenn mjög öfluga úr VG og Samfylkingu. En svo svona kvarnast úr þessu, þetta var svolítið svona, þegar elítupólitíkin fór að reiða svona mikið út, þá hvarf þetta og almenningur hætti einhvern veginn að taka mark á þessari pólitík sem var í boði. Og kannski svolítið umkomulaus og þess vegna finnum við líka svolítið mikið fyrir þessu meðbyr sem við erum að reyna að finna fyrir hérna í þessu kjördæmi svona sterkt og hvetur okkur svolítið til okkar verka. Já, þetta eitthvað svona, held ég sem að þarf að rýna svolítið í hvað gerist eiginlega sko. En ég meina þá ekki bara fólk orðið bara hungrað í aðra vinstri stefnu þarna eða? Ekki spurning, það mikil eftirspurn eftir því en það okkar vinstri manna svolítið að fara svolítið að standa í lappirnar og vera ekki endalaust að vera í einhverju reaksjonu, við heldur að vera að fara að hugsa svolítið fram í tíma alls. Hvernig ætlum við að ná þessu fólki til þess að gefa okkur atkvæði, sko. Já. Því er ekki að vera, eins og við upplifum svolítið mikið að vera bölsóttast hver í sínu horni eða inn á kaffistofum eða einhverjum þar sem eru hittingar, skilur en gera svo ekki neitt í því. Þannig að það gerist ekkert nema við förum út á örkina og veiðum inn þessi atkvæði, sko, og verðum sýnilega í okkar samfélagi og okkar sveitarfélagi og séum tilbúin til þess að hlusta á fólk og hvetja fólk og uppfræða fólk en ekki endalaust að vera í einhverjum harmakauni yfir því hvernig fyrir okkur er komið. Það er okkar að breyta stöðunni og einhver annar. Það er bara eins og það er. Það er alltaf það eins og ég horfi á það og hef ætíð gert í þessari vinnu hér nú senustu 4-5 árin að það þarf svolítið að hreyfa við fólki og það þarf að draga það svolítið út og það er bara einhvern veginn við þetta orð og þetta hugtak sósíalisti, sko, þú veist, það er bara búið að draga þetta svo í gegnum svaðið, þú veist, í gegnum áratugina að fólk náttúrulega veigra sér við því þó að sé félagslega hyggjandi og félagslega þengjandi að vera að setja nafnsett við eitthvað sem heitir sósíalismi, jafnvel bara eins og í okkar kjördæmi, bara atvinnu sinna vegna, barnanna sinna vegna, tengslanetsins síns vegna, félagslega bara neynið. Við erum bara ekki komin þangað við sem búin að einhvern veginn reynsa okkar nafn og við til dæmis tölum mikið meira okkur sem félagshyggjufólk. Að við sem að stefna á því að byggja upp okkar til að byrja með nærumhverfi á félagslegum grunni og svo tökum við landið undir. Já. Það ekki bara komið, sko. Já, það hefur verið mikið svona áróður gegn sósíalisma og hefur verið sett svona svolítið slæmi stimplar á þetta nafn og það er náttúrulega okkar svolítið að breyta því og kynna hvað við stöndum fyrir, sko. Þannig að, en svo gerist náttúrulega lítið bara, eins og maður segir, þegar maður situr við eldhúsborðið og tuðar, sko. Þannig að einhvern veginn þarf maður að ná fólkinu saman, sko. Já, ég hef verið að böðla svolítið í þessu. Ég var, sem sagt, formaður VG og Akureyri í hruntímanum og sagði reyndar af mig þar að því að þar voru bara ekki farið eftir leikreglum í forvali fyrir kosningar og svoleiðis. En þá fann ég mikið fyrir, ég var mikið að brasa í því að reyna að fá vinstrimenn saman og það var mun erfiðara heldur en núna. Núna til dæmis, þá voru þetta eiginlega bara eldri kallar en eins og núna fyrir kosningarnar, svona áður en það kom svona smá fellur hjá okkur í þessum kosningum sem voru núna, að þá vorum við að fá svolítið fjölbreyttan hóp á fund sem sagt að koma saman mun fjölbreyttari bæði kynjalega og aldurslega heldur en ég hef orðið vitni á áður, sko. En við erum, eins og Jón var að tala þegar hann nefndi með sósíalismann, að þá líka svona aðeins hjá okkur og ég hef alltaf verið svolítið lengi þeirra skoðunar,
að við verðum að nútímavæða svolítið hvernig við tölum sósíalisma og finnst við svona vera svolítið í því farinu að reyna að kenna fólki tungumál sem að við viljum nota sósíalisma þegar að í rauninni fólk nennir ekkert að læra það. Nei. Og ég held einhvern veginn í staðinn fyrir að reyna að eyða mörgum árum í að kenna fólki okkar tungutak, að þá verðum við bara að taka upp tungutak almennings til þess að koma boðskapna á framfæri. Já, það er mikið til í því. Því að fólk hlustar ekki á einhverja forn íslensku. Nei, bara mikið til í því, sko. Ég notaði til dæmis dæmi að því ég hef líka verið á því að sósíalistaflokkurinn ætti að heita það sem ég get kalla bara nútímalegra nafni, sem er alveg fara upp á afturfæturna þegar ég nefnið þetta. Og við vorum að ræða þetta og fundi við unga drengi sem hafa verið helviti öflugir í starfinu hjá okkur. Og þá datt mér bara í huga að það er til dæmis sem ég á mér gömul bók sem heitir Alíslensk fyndni. Og ég bara hlæ aldrei þegar ég les brandaríðinni, því að ég bara skil þá ekki. Þeir eru bara húmors annars tíma. Já. Og það bara sama hvað ég myndi reyna að hlæja eða það bara ekkert fyndið í henni. Það var óbúslega fyndið fyrir 60 árum. Og ég held að það sé aðeins stundum eins og þegar við notum orðið öreigar, auðvald, sósíalismi, að þá það aðeins svona tilheyrir svolítið þessum tíma og það fólk sem við erum að reyna að tala við félagshyggju og sósíalisma, að það skilur ekkert alltaf alveg hvað við erum að segja. Og ég held að við styttum svolítið tíman í að við náum fólki til okkar ef við bara tölum þeirra tungutak. Já, mér finnst nú reyndar orðið auðvald að verða svolítið tískuorð aftur, sko. Mér finnst allt fleiri og fleiri fyrir að tala auðvald, sko, sem að ég man alveg 2021 að þá var ég alveg bara svona auðvald, þetta kom mér rosalega óvart, sko. Ég þurfti svolítið að venjast að nota það. Þannig ég skil alveg hvað þú ert að tala sko. Já, en ég held, sko, það er náttúrulega í rauninni, held ég Sólveig og Anna að þakka. Þess að þetta orð sé komið upp því að hún hefur verið öflug og verið mikið í sviðsljósinu og nota þetta tungutak. Já. En ég sjálfur alinn upp á svona gömlu, ef maður getur sagt, gömlu kommaheimili. Já. Það sem að bæði las bara bækur með þessu tungutaki og þetta var notað heima hjá manni. En ég held samt, sko, að við myndum ná meiri árangri með, og ég fekk alveg svona hlýtt hjartarætna þegar ég heyrði mér þess að fréttamann RÚV nota orðið auðvald. En ég held bara að það séu fleiri sem að eru ekki þarna, sko, heldur en eru þarna, sko. Já, þú ert allan búin að koma þessu til skila. Já, ég held það. En svo líka alveg bursið frá þessu þá, ég var einu svona eins og þessi tveir ungu drengir. Ég var alveg uppfullur með brennandi eldrautt hjarta, sko. En svo bara þroskast maður reynir ýmist ekki. Já, hjarta brautt. Já, ég veit það, en þú þarft ekki að bera það utan á þau, skilur. Þú getur verið að þeim í kjarnanðinum á saman tíma og svo fyrir maður að hugsa sko hvernig ætlum við að komast til áhrifa, hvernig ætlum við að láta okkar fólk skipta máli, þú veist, inn í sveitarstjórn, ætlum við að fara að ná einhverjum völdum, ætlum við að fara að breyta hlutunum. Við gerum það ekki ef við göngum til kosninga í 3. og 4. skipti og alltaf með sömu niðurstöðu, sko. Það þarf að vera svolítið strategístur í hugsun og ég horfi mjög mikið til, þú veist, bræðra okkar eins og í Noregi, Danmörku, þar sem þetta offuðu þessu, þetta heiti bara röð. Já. Við eigum íslenskt ættaðan þingmann. Já, í Noregi. Já. Og þegar ég bjó í Noregi, þá var ég svona svolítið að kynna mér þetta og hvernig þeir fóru að og var að ræða mikið við sósíalista þar úti og þeir sögðu bara, það er bara rosalega einfalt, það var alltaf að bjóða fram, það var alveg saman hvort það búið 50 manns í kommununni eða 50.000 eða 500.000 og það þarf bara að halda þessu sýnileika og það þarf einmitt líka þetta svona að hugsa ekki alltaf bara reaksjónar. Ég alltaf að yfra á þessum leiðin það er reaksjónar, ég man ekki íslensk orðið sem yfir það. Ég er búin að segja þetta svo mörgu sinnum kannski að við sósíalistar þurfum að bara setja okkur markmið og við þurfum líka að gera einhverja áætlun til þess að ná þessum markmið. Samanber það bara eins og hvað ef upp kemur kosninga
barátta með svona ofboðslega skömmum fyrirvara, hvar stöndum við þá? Erum við með mannskapinn í það? Erum við með resursana peningalega séð? Eigum við kosningasöld? Kom svo daginn við aftur nánast ekki. Erum við með ekki kannski, jú, við getum kallað að kosningavél eins og aðrir flokkar eru með. Nei, allt annað kom á daginn, sko. Við erum með fullt af fólki sem er viljugt til starfa, en það vantaði kannski svolítið mitt bæði reynsluna og þar af leiðandi trausti til þess að fela svolítið störfum í annarra hendur og dreifa álagi. Já. Og þetta endaði svona bara... Við erum með mikið eldhugum, sko. Það vantar ekki. Við erum með marga eldhuga, það vantar ekki. Já. Og við erum með ofboðslega duglegt fólk. Og fólk sem er með alls konar reynslu af nákvæmlega þessu, en kannski svona vantaði svolítið samstillinguna og undirbúningin og líka það þessna fyrst okkur svo mikilvægt, til dæmis eins og núna, ég er búin að ræða við þig og fleiri hérna, svona í eftir kosningaþinguna, sko, að við þurfum að halda þessu sambandi virku yfir ári. Já. Og svo til dæmis ef eitthvað kemur svona upp, þá veit allir, ok, þessi sér þessi sér þú veist, uppstillingar, þessi sér bla bla bla. Bara, og þá er þetta ekki neitt vandamál og þá þarf ekki að vera að leita fram og tilbaka, þá er líka svolítið eins og okkar kjördæmi og öll önnur svolítið sjálfstæð með það sem þau eru að gera og þá er bara þessi yfirstjórn flokksins sem við myndum þá bara reporta til og þeir til okkar, skilur, þá getur þeir verið svona andarólega og bara treysta okkur svolítið fyrir þessu og við þeim þá fyrir málunum sem við ráðum ekki við eða höfum ekki kunnáttu til. Þannig að ég sé gríðarleg tækifæri en mér finnst þurfa ógeðslegar áherslubreytingar núna og bara virkilega leggja það fyrir flokksmenn og greiða það atkvæði hvernig við ætlum að leggja upp í næstu tímabila þegar nú eru tæpir 15 mánuðir í sveitarstjórnarkosningar. Við erum ákveðnar hugmyndir sem við viljum framkvæma, við ætlum að fara í alls konar vinnu bara í okkar kjördæmi, til dæmis að kynna okkur byggðamál, landbúnaðarmál, velferðarmál, húsnæðismál og allt þetta og taka inn í það, þú veist, viðeigandi aðila á okkar svæði og halda svona eins og málþing og koma svo aftur með tillögur sem eru unnar þá af frumkvæði og þessa fólk sem við ræðum við og koma með þær hugmyndir hvernig við útfærum það og leggja það svo fram sem í rauninni, hvað maður að segja, svona að hálfgera byggðastefnu eða svona kjördæmistefnu innan okkar kjördæmi, sko. Já. Og við lendum svolítið í því núna, ég veit að alþingiskosningar eru fullkomna annars skrýmsli, en við vorum svolítið mikið að, þú veist, lendi í því að við vorum svolítið sökuð það að vera bara með eitthvað harðsoðið og fast food drast úr Reykjavík, sko. Við búum við þann kost og ókost að vera náttúrulega landsbyggðin, sko. Og það eru ákveðnar kynslóðir og ekki bara kynslóðir, þetta er ótal fólk sem svona verður viðkvæmt og hörundsátt ef það finnur fyrir því að sé eitthvað svona yfirbúið að koma einhver í sérfræðingar á Reykjavík með allt þetta, skilur við, og fólk getur alveg snúist í róðinu, sko. Ég veit að hafa búið út á landi, þá veit ég að þetta er mjög viðkvæmt mál og það er ekki alveg sama svona, hvað maður að segja, aðgengi eins og er í Reykjavík, það er ekki sama traustið, þetta er bara öðruvísi uppbyggt. Já. Og við vorum svolítið gripin í bólinu, sko, fyrir síðustu kosningar. Já, ég held líka, sko, það sem að, eins og það sem snýrað okkur hérna, varðandi kosningarnar, að það var náttúrulega, þar síðustu alþingiskosningar, þá var náttúrulega flokkurinn bara þá ungur að þetta var svona unnið einhvern veginn, menn bara svona reyna að fóta sig. En eins og núna þá, það sem vantaði náttúrulega, það er að skipulagið í flokknum er svolítið sérstakt, til dæmis að þið leitið að það er ekki til neinn landsbyggðarfélag. Það ef við hefðum bara átt okkar landsbyggðarfélag sem hér bara, hvað hefur að segja, bara kjördæmafélag, Eyjafjarðar eða Þingeyjarsveitar eða hvað sem er, að þá hefðu við bara ekkert að unnið sem slík og við hefðum bara raðið upp á lista sjálf og verið klár með allt bara á mjög skömmum tíma. Við vorum tilbúin með allt hérna fyrir norðan 3 vikum áður við fengum leyfi frá Reykjavík til að byrja að vinna í kosningabaráttu. Já. Þannig að það er rauninni bara, og ég veit að svona var þetta líka á Suðurlandi.
Já. Þannig að þetta hérna, það rauninni, þannig að skipulagið í flokknum, að því að nú eigum við að vera líka svona grasrótaflokkur, að grasrótin hún bara fékk ekki að vinna. Það rauninni bara miðstjórn flokksins eða batterið í flokknum komið vekk fyrir það að grasrótin næði að vinna það sem þyrfti að vinna. Já. Og þess vegna náttúrulega var það unnið allt og seint og síðan náttúrulega bara að mörguleiti ekki nógu vel. Það bara því miður. Já, við lærum af þessu og gerum betur næst. Þetta allt bara lærdómsferli. Já, það vonandi sko. Og hérna, núna bara mikil vinna í gangi að skoða alls konar hluti og við þurfum öll að fá að vera saman í því og hérna, svo líka bara, nú bara sveitarstjórnarkosningar verða 16. maí 2026, þannig það styttist í það og hérna, og þá þurfum við nú aldeilis að vera tilbúin í mörgum sveitarfélögum og bjóða fram og hvernig líst ykkur á möguleikana ykkar? Sko, mér líst bara nokkuð vel á þá, en þá verður þetta nefnilega skipulag, grunnskipulagið í flokknum að breytast, þannig að því að til dæmis ef við eigum taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, þá verður við bara að sjá það sjálfir, eða við sjálf hérna fyrir norðan. Það sjálfsögðu. Því að þá erum við að bjóða fram bara á staðbundnum svæðum og þá verður þau svæði í rauninni að sjá sína kosningabaráttu. Það sjálfsögðu. Og þá verður að byggja upp flokkinn þannig að það sé það sé náttúrulega ákveðin yfirbygging en síðan séu deildir út allt land sem hafa bara jafnt vægi til ákvarðanatöku á sínu svæði. Já. Það sem að það bara þannig í sveitarstjórnum mjög mikið fyrir okkur í síðustu kosningum og held ég stór skadaði bara niðurstöðu kosninga. Já. En hérna, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur svona sérstaklega hjá þér Guðbjörgur þegar þetta eitthvað minna sveitarfélag heldur en Akureyri bara það þá frekar að vera þá sameina með öðrum flokkum og bjóða fram undir einhverju listanafni eða og hér ekki einu sinni flokkanir þeir heita bara mann ekki einu sinni þeir heita það heitir eitthvað L-listi og eitthvað K-listi já þetta eru bara ákveðnir hópar sem að sameinast samsagt eitthvað ákveðna stefnu og sveitarfélagi hérna hjá mér svona eins og ég sagði áðan, ég miklu tengdari til dæmis Akureyri heldur en mínu sveitarfélagi því að ég bara hérna mörkunum við göngin, sækja alla þjónustu til Akureyrar. Já. En þetta þá mun meira sko því að í Þingeyjarsveit þá eru Laugar og svo Mývatnssveit við kjarnin í Mjöll, annars þetta bara dreifbýli. Já, einmitt, já. Þannig að þá það náttúrulega skólamál, samgöngumál og svoleiðis sem og svo náttúrulega vantar hér húsnæði bara eins og allstaðar. Já, þetta allstaðar all land sko. Og svo náttúrulega eitt stórt mál sem að hjá okkur hér sem að liggur þá líka austar í kjördæminu eins og bara á Austfirðina og svo náttúrulega tengist því bara sem til dæmis að gerast með nýju brún á Selfossi og það það að við þurfum að borga gjöld til að fara í gegnum Vaðlaheiðargöngin. Já. Og það kostar 25.000 fyrir bíl á mánuði. Wow. Og fyrir 2 bíla þá það 50.000 kall. Wow. Og þannig að þetta hvað? 600.000 ári fyrir fjölskyldu, auka skatt. Bara til að geta farið til Akureyrar. Já, þeir eru nefnilega rosalega mikið alltaf að tala alltaf ekki að hækka skatta en þeim finnst allt í lagi einmitt að bæta svona óbeinum sköttum á fólk. Já, þetta skattur sko og svo geta selfissingar ekki farið til Reykjavíkur núna eftir þegar nýja brúin kemur heldur en að borga þá einhverju félagi fyrir að keyra Já. Og það mjög sérstakt eins og ætli við séum ekki eini vegur sem að ber vegtolla hérna. Þannig að ég svona einn af fáum íbúum á Íslandi sem þarf að borga auka gjald til þess að fara að kaupa með 2 lítra mjólk á Akureyri. Já. Sem tekur korter að fara sko. Já, svo fljótlega þarftu náttúrulega að fara að borga kílómetragjald ofan á það og... Jú, en ég borga náttúrulega olíugjald, eða þú veist, gjaldið núna, auka. Þannig að þetta svona, og það líka svona mjög, sem að sósíalistaflokkurinn ætti að taka mjög alvarlega, það þetta með vegtollana sem verið að lauma bara inn, alltaf með nýjum framkvæmdum.
Ég er sammála því, sko. Við vorum nú einmitt með þarna fyrir síðustu alþingkosningar, þarna 21, þá vorum við einmitt að mótmæla þarna við Ölfusárbrúna, vegtollum og allt það, sko. Og það svona, því var bara vel tekið af íbúum Selfoss, voru mikið að flauta á okkur og hvetja okkur áfram og við gerum þetta líka í Keflavík, þarna við Hringtorgið þar. Já. Þannig... En svo kjósa bara Selfyssingar Sjálfstæðisflokk. Já, því miður. Það er nefnilega málið. Já. Og við verðum nefnilega að ná til þeirra af því að það er til dæmis bara í Sjálfstæði og Miðflokknum sérstaklega til sveita er bara fullt af félagsskipfólki. Já, fullt af því. Það er bara alveg stór hluti á landsbyggðinni af Miðflokksmönnum sem að vilja fría heilbrigðisþjónustu, vilja fría skóla, vilja ekki vegtolla. Já. Og þannig að en Miðflokkurinn hefur náð til þeir en ekki við. Já, og bændur oft líka vilja betra búnaðarkerfi og Miðflokkurinn mitt kemur þarna inn, þetta er ekki Framsóknarflokkur, þetta er ekki Sjálfstæðisflokkur sem er búin að fara illa með bændur, en svo kemur Miðflokkurinn eitthvað nýtt nafn, en með sömu stefnu og þeir falla fyrir því, sko, þetta er svolítið þannig, sko. Já. En það er líka það sem við sósíalistar getum bætt okkur og sérstaklega eins og fyrir sveitarstjórnarkosningarnar að það er að bæta landbúnaðarstefnuna sem er í flokknum. Ég kom aðeins að henni með því að tróða mér að því að nú erum við með þetta blessaða slembival. Já. Og ég tók aðeins þátt í sem sagt gerð landbúnaðarstefnunar eins og ég gat þarna. Hún er alls ekki nógu góð og það er í henni bara nokkuð skaðlega atriði. Og þeir sem voru í þessum slembivalda hópi, ekki að þeir sé að tala illa einstaklingana, en þeir höfðu bara ekki hugmynd landbúnað. Og stór hluti af þeim tíma sem að ég eyddi á Zoom eða á svona fundum með þessari nefnd var, þú veist, ég ætla ekki að segja nánast útskýra hvaða mjólk kæmi, en það bara hafði enga innsýn, enga reynslu sem sagt, landbúnaðarmál og það sem sagt bara og þarna er sóknarfæri og hvað þá til dæmis í sveitarfélagi eins og ég bý en það hefur ekki verið nýtt enn sem komið að bæta landbúnaðarstefnuna okkar. Þar er alveg stórt tækifæri. Já, algjörlega. Og þar kemur þetta eins og Jón minntist á áðan, þetta með slembivalið. Við erum álíka, ég held við séum alveg sammála það finnst okkur ekki gott fyrirkomulag. Nei. Og það finnst mér nefnilega svolítið skrítið með í flokknum sko að það hefur reynst illa þetta slembival en það virðist vera mjög mikið tregða að breyta því. Já, það er nú reyndar alveg verið núna svona aðeins endurhugsa og einmitt að taka kannski fólk inn sem að blanda slembivali saman við þá líka fólk sem að hefur reynslu í málaflokknum. Þannig að það er nú aðeins svona verið að ræða hlutina. Þannig að... Já. Af því að ég fekk núna boðum sko slembival örorkumálin og þann pakkallan. Já. Og ég hef bara ekki nógu mikið vilt og fyrir utan og svo liggja til dæmis áhugasvið mín líka bara í landbúnaðarmálunum til dæmis frekar. Já. Og þar myndu kraftar mínir nýtast miklu betur heldur en ég sæti og hlustaði á einhverja sem að hafa vit á þessum félagsmálum varðandi öryrkja. Miklu betur heldur en ég. Við erum góð saman í landbúnaðarstefnunni. Já, við erum fín þar sko. Já. En Jón Þór, segðu mér möguleikar sósíalista í Akureyrarbæ. Hvernig líst þér á þá? Ég er líst alveg ágætlega á það, að segja eins og er. Ég fann náttúrulega fyrir því rosalega mikið aðdraganda seinustu kosninga að áhuginn var mikill og málstafurinn þarfur en ég held líka bara að þetta er nákvæmlega farið þannig að fólk fór að kjósa út af þessum 5% tröfskundi. Það fór að kaus bara annað, fór að leita því flokkfólksins mjög mikið. Já. Þetta nákvæmlega sem skeiði, þú veist, bara VG, Píratar, sósíalistar, bara lentu óbúslega illa í þessu. Þetta er ótrúlega galið fyrirkomulag og ég skildi alveg vel að þegar endanum fólk dýst með veskinu, sko, bara í enda dagsins. Það er bara nákvæmlega sannlega sem það gerist. Já.
og ég mjög mótfallinn þessum 5% þröskuldum eins og ég taki hér fram og ég búinn að bara vera í miklu vinnu við að ræða þetta, að útfæra einhverja nýja leiðir að þessu og einhverja tillögur en það bara við tóldum ofurreglulega að etja þarna skiljum við eins og annars staðar en innan Akureyrar við erum svo sem búin að dreifa á öðrum frambjóðum sem voru í kosningum til alþingiskosninga og bæði af okkar frumkvæði og svo höfum við fengið fyrirspurnir frá öðrum. Við stofnuðum þetta félag sem við byggum til svona regnhlífarsamtök fyrir okkur í okkar kjördæmi sem heitir Samhygð og titlað sem félagsskapur áhugafólks félagshyggju. Og þar í rauninni fólki sem bæði óflokkbundið og svo að koma úr öðrum flokkum og vill ræða saman og hitta aðra félagshyggjumenn að gefa þeim tækifæri að hittast svolítið svona án þess að vera með einhverja flokkspólitík og erjur og bara mynda nýtt tengslanet og kannski tengslanet sem að fólk hefur lengi þráð að útvíkka og ekki vilja tengja sig neitt í eða seila hendin út eitthvað, þú veist, einmitt að þessum ótta, sko, við þessa ákveðnu félagslegu útskúfun, sko, og það sko, Akureyri alveg magnað fyrirbæri. Þetta óbærslega óvaxið sjávarþorp. Og það fólk rosalega hrætt sig og sína stöðu og bara orðsporið á götunni og svo einhvern veginn svo brennt náttúrulega af því að vera með svona ákveðna risa þarna í bæjarfélaginu. Þá ég að tala fyrirtæki og hreyfingar sem bara þannig að þú veist, fólk náttúrulega bara hótað hinn og þessu. Eða ekki bara in line með restinu, sko. Og ég skil það náttúrulega vel, sko. Og það bara mannlegt eðli að haga sig þá eins og kostunum sínum best borgið, skilur. Og einmitt endaðu alltaf á veskinu, þú veist, af því að ástandið erfitt. Endanum ástandið einhvern veginn viðhaldið þannig að við endum með að þurfa að kjósa með veskinu en ekki með hjartanum. Það eitthvað sem þetta kannski einhver útópía sem ég ræði oft við einmitt hægri vini mín sem þeir segja að þú einhver útópíu verið. Ég segi já, en mér líður alltaf vel í hjartanum þegar ég hugsa það sem ég að tala sko. Hvernig líður þér í hjartanum sem þú vilt að segja? Það alltaf, allt bara kjaftið. Þú að vera svo fullkomlega gamall og þú ekki að vera með svona krakka draumar lengur. Já, en ég bara þannig einhvern veginn innréttaður bara. Já, ég hugsa svona, en möguleikarnir alveg miklir, sko. Og ég held að við vinstrimenn förum svolítið enn og aftur í 100. skipti að við erum 99,2% á sömu línu með alla hluti. En það einhvern veginn nóg fyrir okkur að vera þessi 0,8%, sko. Af því við verðum bara að aðskilja okkur aðeins. Það ég ekki alveg mikið félagshyggjumaður á þessu og ég kannski aðeins aðeins krati heldur en þessi og þetta bara fíkla og umíkjær. Þetta svona svolítið maður að tala við aðra vinstrimenn. Og ég miklu meiri sósíalisti heldur en þið og svona alls konar. Ég mikið með náttúruna í borginni. Jú, en ég bara... Jú. Já, þú veist, þetta alltaf eitthvað svona í okkur mannfólkinu. Þurfum alltaf einhvern veginn að vera, já, við erum betri heldur en þú á þessu sviði og eitthvað metast á eitthvað til þess að finna okkur einhverja sérstöðu. Þetta svolítið leiðinda ávaninn, sko. Ég held að vera gaman að ég hef nú alveg grunnum það að þegar ekkert of mörgum viknum liðnum frá því að þetta kemur í lofti og frá því að við erum búin að vera að sparka svolítið í pungina á okkar kollegum í öðrum frambúðum. Það enda með við náum að setjast niður einhverstaðar og ræða málin svolítið, bara okkur í alvöru og það þarf að bara taka þetta svolítið alvarlega. Og því að sko, aðstæðurnar ekkert góðar í rauninni í okkar bæjarfélagi, sko, því miður.
Og þetta þetta eiginlega bara einhvern veginn, þetta bara alveg algjörlega sjálfum okkur að kenna hvernig sundlögin á vinstri. Einhvern veginn verður bara alltaf jafn gáttar á því hvað fólk getur látið sig hafa og bara skeytingarleysi fyrir einhvern veginn finnst mér bara hagsmunum heildarinnar að kyngja ekki bara einhverju svona superegói sem að hvert einskis virði og bara svolítið að taka saman höndum og snúa bökum saman og spyrna svolítið fast við fótum af því að möguleikarnir eru svo sannarlega fyrir hendi og tækifærin eru núna. Og með okkar breyttu heimsmynd og hvernig hlutir eru að þróast þá megum við ekkert bíða of lengi eftir því að ætla einmitt að vera reaktionari þegar það gerist, heldur að vera búin að leggja grunn að því að vera tilbúin þegar að hlutirnir fara svo eins og þeir virðast vera að þróast. Staðan í heimsmálum í dag sem á bara eftir að elta okkur hingað til á þetta litla sker, hvort það verður 4, 6, 8 árum eftir að til dæmis gerist í Mið-Evrópu eða Bandaríkjunum eins og staðan núna. Já, þetta eru svolítið háskalegi tímar en það bara skiptir máli að við svona gerum okkar besta til þess að tryggja allavega lífsgæði fólk þó að sé áhættu tímar og bara en þessi vandamál eru víða í öllum sveitafélögum og bara mjög svona skrítið maður er búin að vera að horfa rosalega mikið í mitt svona kosningahegðun fólks akkur kýsta gegn hagsmuni sínum og ýmislegt og þetta er eitthvað sem að við einmitt virstra fólk þurfum virkilega að hugsa málin með og hvað getum við einmitt gert til þess að fólk átti sig betur á því að það er að kjósa gegn sínum hagsmunum og mikið bara einmitt reykist ofta á fólk bara kýsi svo mamma og pappi gerðu og amma og afi gerðu og þið fatti hvað ég á við sko. Þetta er svolítið svona og ekki spurning sko, eina sem að í rauninni taki okkar kjördæmi og þetta kannski inn á Akureyri þar sem að við báði starfa hvað mest og ég er búsettur að eina sem að okkur skorti er fjármagn. Já. Bara til þess að geta verið með fastan punkt þar sem fólk getur hist og við getum talað um félagshyggjuna og verið sýnileg og tekið þátt og boðið upp allskyns þjónustu og viðburði og svona. Já. Og við erum alveg af öllum mætti að reyna að gera eins vel og við getum. Það er eiginlega bara sem betur fer svona fyrir okkar samtakamátt og velvilja, með þess að óviðkomandi aðila að við höfum fastan punkt sem þess að hittast á. Já, það skiptir máli. Það skiptir máli og ég hef búin að ræða þetta við flokksmenn lengi og alltaf verið svona að vera maður upplifir svolítið svona kill them with kindness dæmi sko. Það er alltaf, já það er svo frábært hvað þeir að standa ykkur vel þarna í kjördæmi og flott hjá ykkur og fleiri mætti taka þetta til fyrirmyndar og er þetta auðvelt bara? Nei, þetta er ekki auðvelt. Hvað vantar ykkur? Okkur vantar fjármagn. Okkur vantar bara að geta að borga leigu. Við þurfum að geta að borga einhvern svona kortnað tilbatandi, veitingar og bara þetta basic til þess að halda úti svona sýnileika og rekstri og annars þyrfti við raunin ekki en svo bara eins og núna þá er bara alveg reyti og silence eftir kosningar og þetta er ekkert í fyrsta og ekki annars skipti sem þetta gerir skilur en þetta er bara, þetta bara sýnir mikilvægi þess að mínu áliti að til þess að byggja upp einhverja grassroot og fá hana til þess að stækka og vaxa á dagna og verða þá hægt að vera grassroot og geta leitað sér þá eitthvað meira en svo bara öflugt batteri innan stjórnsýslunar og innan sveitapólitíkana og svo mögulega þar á eftir innan Alþingi, þá verðum við að hlúa svolítið vel að þessu og ekki bara í okkar, öllum kjördæmum. Og þá líka vaknar ákveðin bæði kraftur í fólkinu okkar í nærumhverfinu og að vinna vel og vinna með hag okkar og hag samfélagsins, númer 1 og 3. Algjörlega. Ég fann til þess að núna, bara nýlegasta dæmið eru alþingismenn. Nei, það er ekki verið að tala það, það er bara ræðilegast að sækja á mig, skilur. En það var bara búin að fara í gang ákveðin vinna sem miðaði því að þessu sveitarstjórnarkosningum 26. Svo fáum við þetta í fangið og þá fór allir að hlaupa svolítið hraðar
og svo enda með að menn voru að hlaupa svolítið mikið að veggja þegar það var bara margt sem var óljóst og ekki tilbúið og annað en svo þegar við vorum var að vera inn okkur eftir hinum og þessum hlutum að þetta var eins og uppbyggingu á lista, frambóði, hverju geta verið og annað og svona og við bara já, við erum þá með þessar hugmyndir. Þetta eitthvað sem þið getur skoðað? Já, mögulega og svo var það tekið fyrir og svo var það nei við því og svo þegar kom 10. neyið að þessi myndi ekki ganga og þessi myndi ekki ganga þarna og þetta myndi ekki ganga þá bara svona hrundi svolítið spilaborgin okkar og ég fann bara hvernig púðrið fór úr fólkinu. Já, það líka... Já, þetta var allt saman fólk sem hafði bæði þokkalega kunnáttu í þessum málum og vissi nákvæmlega málið snerist og var búið að hittast og móta sér stefnu og var með ákveðna hugmyndir það hvernig hlutunum verið best borgið í okkar kjördæmi í rauninni. Og þegar það svona það bara rauninni strúktúrinn í flokknum, þetta fyrirkomulag sem í flokknum núna, sem við erum að tala að þurfa að breyta, þetta ástæðan fyrir við viljum breyta því að þetta svo líðandi fyrir fólk og þetta svo erfitt að þegar núna þurfum við sem sagt kjarnin okkar að fara að kveikja á þessu fólki aftur og það bara rosalega mistilbúið til þess að fara að hlaupa, jafnvel alltaf á gerði og leggja á sig alla þessa vinnu og eiga þessu tíma ef alltaf að taka fram fyrir hendina. Ég veistu það, ég skil ykkur mjög vel, það nefnilega mjög mikilvægt að kjördæmin fái sjálfstæði og ég hef nú alveg trúað að það muni gerast. Já, ég hef fulla trú á því. Mér langar bara að benda á mikilvægi þess að það svo erfitt að alltaf fara að byggja upp höfuðborgarsvæðinu af því að fjöldin á höfuðborgarsvæðinu. Já, en þetta var svona... Það tala svo mikið þetta að því að ég mjög fegin að við fáum að koma hérna og tala við þig öll þessi mál og ég meina þetta er kannski svolítið yfirtaka umræðan að þetta bara hitamál á okkur og við bara... Og ég kveiki alveg við þess að öll vilja komast suður á þessa viku sem var þessa helgi sem var boðuð þarna daginn. Já. Það hefði verið rosalega gaman að geta lagt þessi orð í belg og við vorum búin að undirbúa það aðeins með svona ákveðin málefni og svona stefnumótun sem bara laut að kjördæmi út frá þessari reynslu sem komast til kosningarnar og hvernig þetta hefði verið í aðeins. Já, það hefði verið mjög gaman að fá ykkur til breytinga og leggja þessu bara til atkvæða einhvern tíma seinna meira á félagafundi eða aðalfundi félagsflokksins En þetta er bara svona, umhugsunarvert ef að fólk allavega að velta fyrir sér að ná upp að tromma upp einhver takt og einhver sameiningamál að þá þurfa allir að vera að ganga í takt og það þarf að vera ákveðin konsensus það í öllum kjördæmum að við séum þetta róið sem átt og þetta sé að þú sé fyrirkomulagið. Við þurfum alltaf að starfa innan ákveðna laga og innan ákveðins ramma. Já. En þetta þarf bara svona að vera svolítið, mér finnst vanta svolítið svona að allur flokkurinn sé svona með því. Mér finnst svo leiðilegt að tala mjög leiðilegt að tala okkur versus Reykjavík. Það á ekkert að vera það. Það á ekkert að vera svoleiðis. Það bara á ekki að vera. Nei. Þetta er bara svona já, hvað maður að segja? Þetta er eitthvað sem þarf verulega að fara vel yfir og gefa, kjördæmin þurfa að vera svolítið sjálfstæð en samt öll saman og líka bara við erum öll mikilvæg. Allir eru mikilvægir í keðjunni til að ná árangri og ég hef nú alveg trú á því að þessi hugsun sé nú að komast inn. Já, það væri óskandi. Mér var svolítið, það var góður fundur eftir kosningarnar þar sem var aðeins komið inn á þetta. Ég sjálfur var aðeins fundi og tjáði með aðeins þetta líka. Já. Að það en þá kom aðeins fram sem kom mér reyndar líka svolítið óvart að þá var til dæmis ég held að það verið Kirkjubæjarklaustur, talað krummuskuðið Kirkjubæjarklaustur og þar var verið að tala að sem sagt er að sinna landsbyggðinni betur en sinna landsbyggðinni betur af því að landsbyggðin sér bara fyrir sjálf. Já. Það þarf að virkja ég er samt þar að það þarf að virkja rödd landsbyggðarinnar inn í flokkin.
og ég segi það erum við held ég að gera með þessu spjalli hérna núna til dæmis, að við erum að sýna fram á að það rödd á landsbyggðinni og við erum að reyna hérna, við tveir að tala þá fyrir norðaustur svæðinu og það sem við þurfum að fá í hendurnar að það bara struktúrin að við séum ákveðið apparatina flokksins og þá getum við verið með þetta allt saman klárt bara sjálfir fyrir sveitarstjórnarkosningar og svo næstu alþingiskosningar. Og við mistum svo mikið úr hérna bæði tíma og svo í framhaldinu bara mannskap. Já, það liggur á að laga þetta. Ég sé ýmsu sem kom svo í ljós, þannig að sem við vissum bara fyrirfram að því að við þekktum mannskapinn. Þannig svona, við verðum að gera þetta betur næst. Já, bara algjörlega og læra af reynslunni og til þess var nú þessi vinnufundur haldir einmitt til þess að læra af reynslunni og ég hef trú á því að við munum gera það og þannig að þetta svona, það mikilvægt einmitt að landsbyggðin fái rödd og þetta svona fyrsti þátturinn af því sem ég ætla að fara að gera svona hægt og bítandi einmitt að fá fólk af landsbyggðinni til að ræða saman og við mig og bara koma með einmitt kynnast kjördæmunum og hvað að gerast fólkinu þar. Mér finnst þetta bara að vera mikilvægt í að sameina okkur. Bara besta mál. Ég alveg saman, þetta alveg mjög þarft líka framtak og ég vona að þetta kveiki svolítið líka í bara landsbyggðarkjördæmunum líka að bæði að verða sýnilegri og líka bara að við náum að tengja okkur svolítið betur saman af því að mér finnst við bara svona vera svolítið svolítið að vinna hvert í sínu horni. Mér finnst einhvern veginn þurfa að finna leið til að tengjast og vera með einhver samgang sko, helst að hittast eitthvað og bara þá að tala allt landi, ekki bara að tala endilega landi. Það með það tillögu einu sinni að við myndum, ef það haldin aðalfundur einu svona ári að hafa hann annað hvert ár með Sengstafólk á landi og eitthvað gríðarlega stærst. Já, líka bara svona, þú veist ekki bara... Það sýnir líka til dæmis eins og bara þessi helgi, þarna sem fór, þessi vinnuhelgi kosningarnar. Ef að ég hefði ætlað að þanga þá hefði ég þurft að fá manneski fyrir mig í vinnu hérna, hugsa skepnuna mínar. Já, ég skil. Og hún laun og svo hefði ég þurft að koma mig suður og vera þetta með gistingu þar. Já. Þannig að þú veist það er líka bara ágætt að þessu sé dreift. Já. Að þetta lendi ekki alltaf á sama fólkinu að þurfa að koma sér á staðinn. Já. Það sem sagt. Og þá finnur líka, þá veit fólk betur af því bara hvað fólk sem þarf að komast lengur af þarf að gera til þess að taka þátt. Þetta mjög góð hugmynd. Við að taka þátt í starfinu heldur en þá sem eru í hringamiðinni sko. Já, algjörlega. Þetta mjög góð hugmynd að reyna að dreifa okkur svolítið að lendi ekki alltaf á sama fólkinu að þurfa að koma sér á milli staða út við þessi gistingu og allt það og fá sér frí í vinnu og allt það sko. Já. En tíminn okkur nú bara verða búinn en ég allavega fylgjast mjög spennt með ykkur og ég mjög ánægð með einmitt að fengi þetta spjall við ykkur því að nú þetta ekki bara ykkur ókunni menn fyrir norðan það komið svona talsamband og og svo bara reyni ég að stefna á stefna mín svo að reyna að koma norður einhvern tímann í sumar og þá væri gaman að geta hitt góða sósíalista sko. Já, það bara skemmtilegt. Og bara svo kannski við komum líka að það, við erum með fundi á Kaffi Inn eins og það var fyrir jólin vorum við á hverjum miðvikudegi, þetta hefur farið slitnað aðeins í sundur núna eftir áramótin. Stefnan núna að við verðum þá annan hvert miðvikudag á Kaffi Inn eins og staðan núna. Frábært. Og það klukkan 8 á miðvikudagskvöldum og þar eru opnir fundir fyrir alla og þar ýmist að ræða aðkvæmandi erindi sem að koma eða þá hreinlega bara daginn og veginn, áherslu sem við þurfum að innbra á í okkar nærumhverfi, hvað brennur á fólki, líka fólki bara sumir að koma bara til þess
í rauninni bara ná sér í félagsskap, margir eru á þeim buxunum, aðrir eru alveg grjótharðir með, já. Já, bara sósíalistar að hittast. Já, þeir eru svolítið svona tilbúinir að berja á fundur alveg leið og eru alltaf tilbúinir í hvað sem er. Þetta er óbúslega kraftmikill og skemmtilegu félagsskapur sem þarna hittir. Og við vonumst til þess að við sem að ná að bæta svolítið í fylgni þarna og það er svolítið eftir þessu tekið og við auglýsum ekki neitt, við erum bara á samfélagsmiðlum með okkar fólk. Við erum með nýstofna ungliðarhreyfingu í sósíalistum hérna líka og það er búið að stofna femíníska sósíalista á Norðurlandi eystra líka. Þannig að það er mikil gróska, þetta kemur hægt og rólega og við erum að reyna að sá þessum fræjum eins víða og við getum og koma hérna á samstöðuna og fá að tala og heyra frá þér og aðeins að koma okkar málefnum á framfæri og hvar við erum að hittast og hvernig þetta tengist okkur er bara meira áfram og bráðnauðsynlegt fyrir okkar starfsemi. Þetta er bara frábært framtaki á okkur, ég er bara mjög ánægð með þetta framtaki ykkar. Við getum, önnur kjördæmi geta alveg tekið þetta til sín. Það er bara þannig sko. En það er síðasta tækifæri til að segja eitthvað. Já. Seinasta tækifæri til að segja eitthvað? Já. Það er jú kannski bæti við því, það er nú þessu tengt algjörlega. Félagsskapurinn okkar sem heitir Samheng, finnið okkur á Facebook, hann er reyndar eingöngu þar og ekki á neinum öðrum miðlum. Og þar erum við með annarkvæmt fund á Kaffi Ill, sem er opinn fundur og þar hefur við verið að fá fólk til að kynna fyrir okkur sína starfsemi. Og það liggur fyrir dagskrá núna fram á, framundir mánaðamót maí. Það sem verður annarkvæmt miðvikudag, þar erum við að fá félagasamtök eins og við fáum Píeta, við fáum Grófina geðverndarmiðstöð, við fáum fulltrúa frá sjúkrahúsinu, við fáum frá Akureyrarbæ í velferðarsviði, við ætlum svo að reyna að fá fleiri aðila sem tökum okkur smá sumarfrí. Þá þurfum við kannski að horfa meira á húsnæðismál, atvinnumál, sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin. Við erum kannski meira í svona grundigt vinnu, svona tengd málefna vinnu, svona á stærri hlutum sem við erum mikið yfrað og talað og diskutera fram og aftur í aðdraganda kosninga. Þannig að áherslumála vinnan fyrir sveitarstjórnarkosningar verður að hluta til þarna. Og meðan við ætlum líka að reyna að vera að kynna okkur svona í nærumhverfinu, fara út í sveitirnar, vera með opna fundi með bændum, með verktökum, með fólki sem í ferðaþjónustunni og hinn og þessu. Þannig að hugmyndirnar eru stórar og bara við reynum að djöfnast. Já, þó við skólum í sama drullufarinu fram og aftur, við höfum á endanum. Við erum þrjóskir menn. Það er bara góða fréttir og ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn til mín og fræða okkur ykkur og kjördæmið ykkar. Bara takk kærlega. Takk sem leiðis. Bara takk fyrir að spjalla með okkur. Hafa það sem best.